Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 18. júní er annar sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. Lexían segir að með fulltingi drottins verði dagar okkar margir. Í pistlinum líkir Páll postuli kristnum við steina í byggingu sem verður að lokum að heilögu musteri Guðs. Og í Guðspjallinu segir Jesús að hann sé kominn til að frelsa menn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 9. kafla og hljóðar svo. Nú fullkomnaðist brátt tími er Jesús skyldi uppnuminn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem innráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í Samverjaþorp nokkurt til að búa honum gistingu. En menn tóku ekki við honum því hann var á leið til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir, Drottinn eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. En Jesús sneri sér við og ávitaði þá og sagði, ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til þess að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkur við Jesú, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Og Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann, fylg þú mér, og sá mælti, Drottinn, leyf mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svaraði, lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði, ég vil fylgja þér Drottinn, en leyf mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur, er hæfur í Guðs ríki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag er gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis og Guðspjalli hefst á því að okkur er sagt að tíma Jesú hér sé að ljúka. Jesús var á ferðalagi með lærisveinum sínum og nú vildi hann snúa til Jerúsalem og þeim vantaði gistingu á leiðinni þangað. Aðrar frásagnir af ferðum Jesú geta þess ekki að hann hafi sendt sendiboða á undan sér eins og þessi frásögn gerir. Það var aldagömul óvild á milli gyðinga og Samverja svo að Samverjar neituðu þeim náttstað. Neitunin lýsir því tákgrænt að annaðhvort er Jesús velkominn eða honum er hafnað. Bræðurnir Jakob og Jóhannes sem Jesús gaf nafnið Bóanerges og þýðir þrumusynir vildu hefna þessarar ógestrisni. En Jesús kom ekki til að tortíma mannslífum. Við sjáum vist sjálfum að tortíma okkur. Nei, Jesús kom til að frelsa menn. Sumir fræðimenn sjá samlíkingu við ferðalög Jesú og brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og samlíkingin felst í því að til þess að fylgja Jesú þarf að snúa baki við hinu gamla, byrja nýtt líf og loka takmarkið er að fara til hinnar nýju Jerúsalem borgar í ríki Guðs. Samverjarnir höfnuðu Jesú. Og þannig er það enn í dag að það taki ekki allir á móti boðskapnum og þiggja ekki allir gestaboð Guðs. Valið er okkar og með okkar eigin vali eru örlög okkar ákveðin.
Jesús og lærisveinar hans héldu í annað þorp. Á leiðinni þangað hittir Jesús mann sem að vill fylgja honum hvert sem hann fer. Og svar Jesú virðist frekar flækja hlutina en að gera þá einfalda. Flestar lifandi verur á þessari jörð eiga sér sama stað en mannssonurinn, það er Jesús, á það ekki. Hans ríki er ekki af þessum heimi. Þó maðurinn hafi verið ákafur að fylgja Jesú hvert sem hann færi, vissi hann ekki hvað það fól í sér. Jesús sem gat lesið huga mannsins sá ef til vill að maðurinn ætlaði sér einungis að bætast í lærisveinahópinn. En sá sem vill fylgja Jesú fylgir honum ekki bara eftir á jarðnesku ferðalagi hans, heldur meðtekur nýjan boðskap, tekur sinnaskiptum og þiggur gestaboðið í ríki Guðs. Svo að svar Jesú má túlka þannig, veistu hvað felst í því að fylgja mér? Og í samskiptum Jesú við 2 aðra menn er lýst helstu hindrunum eða afsökunum sem menn bera fyrir sig. Næsti maður vildi jarða föður sinn fyrst, áður en hann fylgdi Jesú. Og Jesús sagði við hann, lát hina dauðu, þar að segja þá sem trúa ekki á drottinn Guð og öðlast ekki eilíft líf. Lát þá jarða sína dauðu en far þú og boða Guðs ríki. Við höfum aðeins daginn í dag til að taka á móti Jesú og verða eilíf lifandi sál. Og sem lærisveinar Jesú eigum við að tala opinskátt trúna og leggja þannig okkar að mörkum við að boða Guðs ríki. Þriðji maðurinn vildi kveðja fólki sitt áður en hann fylgdi honum. Á tímum Jesú gat það kostað útskúfun frá fjölskyldunni að skipta átrúnað, en svar Jesú, enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur, er hæfur í ríki Guðs. Þetta svar felur í sér aðra merkingu en að snúa baki við fjölskyldunni. Sá sem fylgir Jesú á að horfa fram á við, hann á að horfa fram til Guðs ríkis. Hann hefur nýtt líf, sál hans hefur tekið upp nýtt viðhorf, nýja stefnu og merkingin í orðum Jesú að vera hæfur fyrir Guðs ríki er ekki mat á frelsun sálarinnar. Því að við frelsumst af náð fyrir trú. Heldur er merkingin að sá sem hefur höndina á plógnum, þar að segja sá sem tekur þátt í að ryðja brautina með boðun fagnaðarerindisins en horfir aftur. Hann hefur ekki sagt skilið við gamlar kenningar og jafnvel blandar þeim við boðskap Krists. Og þá er sá hinn sami ekki hæfur til þjónustu við boðun Guðs orðs. Mennirnir í Guðspjallinu báru fram þrenns konar afsakanir sem allar lýsa því að menn telja sig ekki hafa tíma fyrir Guð. Þessar afsakanir eru efnisleg þægindi, þar að segja húsnæði, að hafa höfði sínu að halla einhvers staðar, atvinna sem er tekjur og fæðuöryggi og svo fjölskylda og vinir. Sem sagt, að hafa þak yfir höfuðið í sig og á, eða eins og við orðum það í dag, lífi sjálft. En Jesús sagði, hafið ekki hugan við hvað þið eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins, en faðir ykkar veit að þið þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast ykkur að auki. Já, við erum hvött til þess að hugsa fyrst velferð sálar okkar. Hafðu Guð með þér og hann mun blessa þig ríkulega. Lexían er úr orðskviðunum og hljóðar þannig. Að óttast drottinn er upphaf spekinnar og að þekkja hinn heilaga er hyggindi. Með mínu fulltingi verða dagar þínir margir og árum lífs þíns fjölgar.
Séstu vitur verður viti þér til góðs, en séstu spottari þá mun það bitna á þér einum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Að óttast Drottinn orðatiltæki sem við heyrum oft í Biblíunni. En merkingin fyrir að óttast ekki að vera hræddur, heldur að fyllast lotningu, bera óttablandna virðingu fyrir mikilvæg Guðs. En einmitt þá eftir því sem við lærum að þekkja Guð betur, verður okkur betur ljóst hve mikill hann er. Augu hins trúaða manns sjá veröldina og guðdóminn í nýju ljósi. Frá þeim degi þegar syndin kom í heiminn hefur Guð unnið að áætlun nýtt ríki og allur boðskapur Biblíunnar fjallar gestaboðið í ríki Guðs. Textinn segir að speki og hyggindi og það að þekkja Guð leiði af sér marga daga og fleiri ár. Hér ekki verið að tala jarðnesk ár, heldur hið eilífa líf. Þá segir textinn að viska sé manninum alltaf til góðs. Hroki og yfirgangur manns mun bitna á honum sjálfum og leiðir til ófriðar. En Jesús var friðarhöfðingi, eins og Páll skrifar í pistlinum sem úr Efesusbréfinu. En þar skrifar hann að Jesús hafi komið til að boða frið bæði þeim sem voru áður fjarlægir Guði, þar að segja heiðingjum, og einnig þeim sem voru nálægir og þekktu Guð. Boðskapur hans frið og kærleika fyrir allan heiminn. Jesús meðalgangarinn, sáttasemjarinn og sá sem sameinar Guð og menn. Vegna hans eiga allir möguleika á að verða Guðs börn. Fyrir komu Jesú voru gyðingar hinn útvalda þjóð og aðrir voru utangarðs. Eins og við sáum í Guðspjallinu varð aldagömul óvild milli Samverja og gyðinga til þess að Samverjar höfnuðu Jesú. Já, óvild gengur í erfðir. Hann var ekki velkominn gestur í þorpinu þeirra og Páll notar einmitt hugtaki gestur í pistlinum hann skrifar að vegna Jesú verðum við ekki lengur gestir eða útlendingar í ríki Guðs, heldur verðum við samþegnar og heimamenn Guðs. Páll líkir hverju og einu okkar við stein í byggingu sem postularnir og spámenn Guðs hafi lagt grunninn að, en Jesús hyrningarsteinninn. Þessi bygging vex og verður að heilögu musteri í Drottni. Í Jóhannesarguðspjalli notaði Jesús vínvið við svipaða samlíkingu, en í báðum samlíkingunum kristnir menn sambyggðir Kristi og njóta andlegrar næringar í nærveru Guðs. Já, þemað í dag gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. Við erum öll kölluð til Guðs ríkis, en ótrúlega margir telja sig ekki hafa tíma fyrir Guð á meðan þeir eru ungir. Þeir gera sér ekki grein fyrir að það að taka við Jesú hugarfarsbreyting. Eins og Jesús sagði, takið sinnaskiptum, trúið á Guð, trúið á mig. Ung teljum við okkur hafa nægan tíma en tíminn á eftir að þeytast áfram. Mörg dæmi í Biblíunni segja okkur að það sé aldrei of seint að taka á móti Jesú, bjóða hann velkominn inn í líf okkar og því fyrr sem við gerum það, því lengur lifum við í kærleika hans og blessun. Ekki draga að taka ákvörðun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið.
Í Jesú nafni. Amen.